Þá fyrir við í lið 2, fjarskiptamál í Rangárþingi ytra. Ágúst, fylgir þú því ekki eftir líka? Jú. Það kalla þetta fram hérna. Það í takt við það sem var ákveðið á síðasta fundi okkar, 16. desember, að þá hef ég unnið í því að fá fram finna leið til þess að kalla fram kostnaðarmat fyrir heildar endurbætur í fjarskiptum í sveitarfélaginu. Þannig að það væri miðað við það að við myndum bara sjá hér ljósgleiðara alls staðar, bara það besta sem völ á. Fá gott kostnaðarmat á því, þar að segja bara raun kostnaðarmat, ekki svona miðað við allar vegalengdir og annað. Og þá í leiðinni væri þetta nokkuð svona frumhönnun á þessu verkefni. Hvernig svo sem því vindur fram, hvort sem að það gerist nú sem að ríkisstjórnin hefur í rauninni lofað að fara í þetta all land, eða hvort að það verður þáttaka einhverja fleiri í því, að þá í það minnst að væri við tilbúin hér með planið, hvernig best væri að standa að þessu. Og ég sem sé fekk til mín Guðmund Danielsson, sem er sérfræðingur í þessu og hefur aðstoðað við svona hluti í nokkrum sveitarfélögum, og hann sem sé gerði í rauninni bara tilboð í það að framkvæma þetta, taki í það mjög stuttan tíma, eða bara auðvitað þann tíma sem þarf, en hann telur sig geta unnið þetta á mánuði í rauninni. Og fyrir liggur hérna í rauninni þá lýsing á verkefninu eins og hann sér það, og eins þá hvað við höfum þá í höndunum þegar verkefninu er lokið og hvað það kostar okkur. Og ég tel að þetta sé mjög góð leið. Ég tel að við fáum mikið út úr þessu, og þetta muni geta nýst okkur alveg gríðarlega vel í framhaldinu þegar menn taka nú næstu skref í þessu. Kostnaður við þetta er að hámarki 750.000 krónur pluss virðisaukaskattur, og eftir því sem að ég kemst næst þá er það mjög sanngjarnt verð, og við fáum virðisaukaskatt endurgreiddan af þessu, sérfræðiþjónustu af þessu tagi. Þannig að ég legg til þetta að vera samþykkt. Takk fyrir það, Ágúst. Þetta er held ég bara akkurat það sem okkur vantar til þess að við búast með í baráttunni þessi bættu fjarskipti í sveitarfélaginu, sem eru bara mjög brýn, og eins og þú komst inn á að ríkisstjórnin er að fara að leggja mikla áherslu á, og Íslendingar allir kalla bara mjög hátt eftir, eðlilega, því að þetta skiptir ansi miklu máli allra hluta vegna, atvinnutengt og frístundatengt og samofið okkar lífi orðið. Þetta er bara orðið eins þýðingarmikið og bíll og sími, og við þurfum bara að koma þessu á sem allra bestan rekspöl á sem skemmstum tíma, og ég held að þetta sé markvissasta leiðin að við göngum fram fyrir skjöldu og gerum grein fyrir því hvað þarf til þess að þetta sé í sæmilegu standi í okkar sveitarfélagi, bara góðu standi, og síðan leggjumst við í baráttu það að gera þetta með ríkinu eins fljótt og frekast kostur. Ingvi Gjörsvöld. Hérna eins og þið segir, nú er ríkið búið að lofa að leggja þetta. Það er svolítið sérstakt að fara af stað í þessa vegferð án þess að vita í rauninni hvað þeir eru að lofa að gera.
fáum við endurgreitt eitthvað af þessum kostnaði til dæmis úr ríkissjóði þegar þeir koma að verkefninu eða er hægt eitthvað að forvitnast það hverja þeirra línur verða í framtíðinni? Já, ég finnst þetta eðlilegt að varpa þessu fram. En eftir að hafa skoðað þetta svolítið, þá tel ég að það sé nauðsynlegt að vera tilbúin með teikninguna. Grunn hugmyndina, geta kynnt, þetta er sveitarfélagið okkar, þetta eru bæirnir sem eru hérna hjá okkur, þetta er þéttbýlið, þetta eru vegalengdirnar. Því það þarf alltaf að gera það. Og það er alveg ljóst að sú tillaga sem að ríkisstjórn er með núna, eins fín og hún er nú, að menn séu að vilji taka eitthvað skref í þessu, hún dekkar ekki allan kostnað. Í það minnsta sú tillaga sem liggur fyrir hérna í gegnum fjarskiptasjóð og slíkt, að það mun ekki dekka þann kostnað sem fyrirsjáanlegur er í þessu. Þannig að það þarf að leita einhverja fleiri leiða. Fá að þessu fleiri aðila og menn munu náttúrulega mörg sveitarfélög sem eru farin af stað búna þessu allavega. Þannig að þau sem að hafa lagt hvað mest í þetta, þau munu örugglega ekki pressa síður en við að fá sinn pening tilbaka ef að ríkið borgar þetta nú á endanum allt saman. Því það eru sveitarfélög sem hefur bara greitt þetta algjörlega sjálf. Hérna erum við bara að tala lítinn kostnaði sjálf sér. En ég held að þetta hjálpa okkur mjög mikið að bara komast áfram með máli því að allir vilja nú fá þetta sem fyrst. Ekki spurning. Ég held að það sé klárt bara og ég held við verðum að ganga út frá því að við fáum ekki þessa peninga endurgreidda þó að það sé sjálfsagt að hugsa til þess ef að það gæti nú verið möguleiki. En eins og Ágúst sagði að þá eru þetta mörg sveitarfélög búin að gera þetta á sinn eigin kostnað og þau munu auðvitað til að leita eftir réttlæti að fá greitt úr fjarskiptasjóði eða frá ríkisvaldinu einhvern hluta af kostnaðinu minnsta kosti, ég held að það hljóti að vera. En það er líka alveg jafn ljóst að þó að ríkið ætli að gera þetta og það eigi að gera þetta fyrir almannafé, að þá held ég að það breyti því aldrei að við munum alltaf vilja hafa einhverja skoðun á því með hvaða hætti þetta er gert og fá að fylgjast með því að þetta sé gert með þeim hætti að það sé ásættanlegt fyrir alla okkar íbúa. Og í þeirri baráttu og í þeirri skoðun þá er okkur auðvitað nauðsynlegt að vera vopnuð og þá þurfum við að vera búin að gera okkur grein fyrir verkefnum í hverju það fólkið, hvert umfangið er og hvað við viljum að koma út úr því á endurskoð. Ég held að það sé og þetta eru ekki miklu peningar í því stóra samhengi vil ég að minna og ég held að bara við verðum að gera þetta og það er örugglega held ég vilji íbúana að við ráðstum í þessu. En orðið laust. Gera svo einmann. Spurning. Hérna, er búið að kanna, er ríkið kannski að fara í einhverja svipaða vinnu, er búið að skoða það, hvort að þið séu að fara á stað á næstu mánuðum með svipaða vinnu bara á landsvísu, svipaða svona áætlunar gerð. Hefur það verið kannað? Já, það forgangsröðunin, ég hef sem sé rætt við þá sem að hafa verið í forsvari í rauninni fyrir þessu að drífa þetta áfram á vegum ríkisins og þeirra tillögur liggja fyrir í sjálfu sér og forgangsröðunin er í rauninni svo að það er búið eyrnamerkja ákveðna fjármuni í þetta núna og þeir munu að mestum hluta fara í það að hringtengja Vestfirði. Þannig að það er það sem er næst á dagskrá í rauninni. En það er ekki búið að útfæra það hvort að það er svona vinna sem má fara í alls staðar eða hvenar. Það kemur hvergi fram. Hvað er þetta? Er í smá fundar.
Gjör svo vel, fundarhlé er við. Þá er fundi framhaldið. Við erum í öðrum lið og það er tillaga að ganga til samninga við Guðmund Danielsson frumhönnun og kostnaðarmat vegna ljósleiðaravæðingar í Rangárþingi ytra. Kostnaður mun færast sem eignfærð aðkeypt sérfræðiþjónusta og yrði að hámarki 750.000 krónur. Það er tillaga að sveitarstjóra verði falið að ganga frá samningi við Guðmund á þessum nótum. Viljið þið ræða tillöguna eitthvað? Svo er ekki þeir sem geta samþykkt hana, gefið merki. Samþykkt samhljóða.